Já, velkomin að Rauðaborðinu. Við ætlum að ræða R-listan núna, sem merkilegt fyrirbrigði í íslenskri pólitík. Hann var við völd í Reykjavík í 12 ár. Það er náttúrulega dæmi að einn flokkur hafi verið við völd lengur í ýmsum sveitarfélögum, en svona sem samstarf, þá er þetta með því allra lengsta. Í samanburði við landsmálin, þá er þetta álíka lengi og Viðreisn var, frá 59 til 71 og álíka lengi og ríkisstjórn Framsóknar og Sjálfstæðisflokks frá 95 til 2007. Þannig að þetta er svona mikil hlussa. En við ætlum að reyna að átta okkur á þessu, þetta er líka merkilegt, þetta er R-listinn, hann felldi Sjálfstæðisflokkinn frá völdum og hélt síðan völdum í 12 ár, eins og ég sagði áðan. Þetta var samvinnuverkefni, sameiginlegt framboð, Framsóknar, Alþýðuflokks, Alþýðubandalags, Kvennalista og nýs vettvangs. Til að ræða þetta eru komnar 4 konur sem að tengjast R-listanum með ýmsum hætti. Sumar þeirra sátu í borgarstjórn fyrir flokkin, aðrar tóku þátt í grasrótarstarfinu og þetta eru Sigrún Magnúsdóttir, nafna hennar Sigrún Elsa Smáradóttir, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og Björk Vilhelmsdóttir. Verið velkomnar allar og takk fyrir að gefa mér færi á að spjalla við ykkur í þessum fallega vordegi sem er hérna úti í Reykjavík. En ef ég má byrja á þér, Sigrún Magnúsdóttir, þegar ef maður er að reyna að átta sig á því hvert er upphaf R-listans, þá á hann sér einhverja svona rætur, það er til dæmis Röskva sem er samstarf félagshyggjuflokkanna í stúdentakosningum, var stofnuð 88, 4 árum áður. Þá fóru Framsóknarmenn og alþýðuflokksmenn og alþýðubandalagsfólk að vinna saman. Svo var þarna í kosningunum 1990, þá var svona mjórvísir sem einhver gæti kannski sagt að hefði vísað í áttina R-listanum þegar nýr vettvangur bauð fram og bauð fulltrúum margra flokka til þess að taka þátt í prófkjöri. Alþýðuflokkurinn bauð ekki fram, en nýr vettvangur bauð fram, en Alþýðubandalagi og Framsókn líka og það var allt í lagi árangur hjá nýjum vettvangi en ekki góður árangur hjá félagshyggjuflokkunum því að þetta voru kosningarnar sem að Sjálfstæðisflokkur Davíðs Oddssonar fór 60% og svo kemur R-listinn 94. Kanntu að segja okkur eitthvað svona frá hver eru rætur R-listans, ef ég má spyrja því? Ég veit náttúrulega ekki hvað ég á að fara djúpt, en vitaskuld tók ég sem borgarfulltrúi þátt í öllum þessum umræðum. Ég var varaborgarfulltrúi 82, borgarfulltrúi 86 og 89 og svo var svona umrót og umræður hvað væri hægt að gera á svokölluðum vinstri væng eða okkur sem vorum í minnihluta í borgarstjórn. Og ég sagði það mjög ákveðið fyrir hönd Framsóknarflokksins að ég gat ekki hugsað mér að fara í eina sæng með öllum, heldur vildi frekar þetta væri svona á samvinnuhugsjóninni byggt. Og þannig var Reykjavíkurlýs stofnaður sem mér þykir mjög vænt að hann var stofnaður á jafnréttisgrundvelli. Þetta voru 4 flokkar og þarna var stillt upp þannig í fyrsta skipti að allir fengju 2 fulltrúa inn efst á listanum. Þannig að það var mikið jafnræði þannig milli manna og milli flokka og þannig hafði fólki líka kynnst í störfum sínum í minnihluta í borgarstjórn. Þannig það var svolítið öðruvísi heldur nýr vettvangur. Þetta var að við myndum gera kosningabandalag en ekki þetta yrði sem sagt einn flokkur. Og ég held að það hafi bara tekist vel að halda þessu saman. Mín skoðun er svo að það hafi farið að rofna samstæðan eftir 2 kjörtímabil vegna þess að það sem gerðist á seinna tímabilinu var að Samfylkingin var til og þá var ekki lengur þetta jafnvægi á milli flokka, þá var orðin einn stór flokkur og hinn kannski minni. Samfylkingin hafi étið svolítið upp R-listan með stærð sinni. Já, eða fannst það vera kannski, nú ég túlka frá mér, svolítið herra þjóð og hinnir voru svona leiguliðarnir ef maður á að hafa einhverja samlíkingu. Þeir voru orðin náttúrulega stóra aflið innan þessara flokka sem áður höfðu, bundist þessum samtökum. En það vilti til. Má ég spyrja einu Sigrún, ef við förum aðeins þarna frá upphafinu. Svona hvatinn að þessu, var hann sá að þessi flokkar áttu svona samleið, voru með svipaða stefnu og svipaðar hugmyndur hvernig þetta stýra Reykjavík, eða var þetta eina leiðin til þess að fella íhaldið? Það var nú verið hvort tveggja. Við höfðum unnið mjög náið saman í minnihlutanum. Við unnum
fjárhagsáætlunina sér, við lögðum fram okkar eigin fjárhagsáætlun borgarinnar, við lögðum á okkur mjög mikla vinnu og þar unnu allir saman að heilindum alveg saman úr hvaða flokkið komu til þess að semja hana. Þannig að samvinnan var komin af stað og fólk var farið að þekkjast bara býsna vel og þannig að það var svona ein rótin. Svo náttúrulega hinn líka að við sáum alltaf að það féllu niður sem var dauð atkvæði þegar svona margir flokkar buðu fram á vinstri vangnum gegn hérna sjálfstæðisflokknum þó að okkur fannst þið margir flokkar þó það sé ekki nema helmingurinn cirka sem í dag en þannig var þetta til þetta var hvatinn auðvitað var líka nýr vettvangur eins og komst inn á en á mínu mati var það svolítið öðruvísi heldur en Reykjavíkurlisti og vil til að ég erði úr dánabúi Valdimars K. Jónssonar prófessor sem var nú greinilega mjög mikið hann varðandi L-listan og nú kallaður oft faðir Reykjavíkurlistans vegna þess að hann kom í ýmsar hugmyndir og stjórnaði raunverulega undir búningnum dálítið mikið á náttúrulega allir flokkar sem koma á honum eins og ég segi en mér finnst svo gaman að þessari litlu bók sem ég á hérna og fékk frá börnum Valdimars að sko síðan síðasta færslan þriðjudagur 22. febrúar að þá skipuð kosningastjórn og þannig þetta komið á laggirnar og þá hættir hann að skrifa bókina. Þetta bara undirbúningur að Reykjavíkurlistanum. Þannig hann hefur verið hvatamaður á stofnun og þegar það var komið svona form á þessu þá hættir hann að skrá þetta í bókina. Já, einn af hvatamönnunum eða allavega hann stýrði þessum svona undirbúnings komið náttúrulega fjölmargir þannig að úr öllum þessum flokkum. Til dæmis þannig að nefndi Svavar Gestsson, hann mætti þannig líka á fundi. Herðu, Björk, ég nefndi Röskvu, hún var stofnuð 88 og ég var eitthvað undirbúið fyrir þáttinn og flettu upp svona hverjir hefðu verið formenn þar og leitt lista og þá áberandi að Páll Magnússon, framsóknarmaður, þarna í forystu snemma. Guðmundur Steingrímsson sem náttúrulega einhvers konar framsóknarmaður. En svo svona á seinni árunum þá sér maður ekki, þannig að maður sér það alveg að í upphafi Röskvu árunum þá þetta sko sambærilegt eiginlega bandalag og R-listin var. Þetta bandalag það sem var kallað í gamla daga félagshyggju-flokkarnir, það eru A-flokkarnir og Framsókn og svo kannski kvennalistin að einhver leyti. Hver hvatinn af Röskvu að verður til og þessi hugmyndum samvinnu frá miðju yfir til vinstri? Það vantar hljóð, býtu. Það vantar hljóð hjá þér. Það þannig að... Hvað segirðu, Björk? Það slökkt á þinnitölu? Nei, það passar ekki. Nú byrjum við að heyra aðeins í þér. Heyrðu í mig núna? Þú getur hækkað aðeins. Heyrðu í mig núna? Já. Já. Heyrðu, ég var svo heppin og ég bara stolt af því að hafa tekið þátt í stofnun Röskvu sem núna í síðustu stúdentaráðskosningum fékk 16 af 17 stúdentaráðsliðum og fyrsti formaður Röskvu var einmitt Þórunn Sveinbjarnardóttir, síðar þingmaður og ráðherra. Steinunn Valdís var formaður Röskvu en ég var formaður félags vinstrimanna í Háskóla Íslands. Við unnum stór sigur 1986 og umbótasinnar héldu sínum 5 fulltrúum og félag umbótasinnara stúdenta var mjög tengdur Framsóknarflokknum og þar voru 4 stúdentaráðsliðar sem hlustuðu ekki á vilja félagsfundar heldur ákveðu að stofna nýtt félag eftir kosningar og starfa með sjálfstæðisflokknum. Og þá sáum við hversu þetta var ólýðræðislegt og það væri mikilvægt einmitt að vinna líka betur saman í grasrótinni til þess að styrkja síðan kjörna fulltrúa og tengslin þar á milli. Og Röskva var stofnuð 88 og fékk síðan hreinan meirihluta frá 1991
Þannig að þegar Reykjavíkurlistinn kom til 1994, þá hafði Röskva verið í 3 ár með hreinan meirihluta í stúdentaráði og enn voru það svolítið ungt fólk sem að þar var í forystu sem var tengt þessum flokkum. Þannig að það var einmitt mikil tengslar á milli og ég held að það hafi einmitt verið litið til háskólans þegar Reykjavíkurlistinn var stofnaður. Hver var hugmyndin? Af hverju eru þessi flokkar eða fólki í þessu flokkum að saminast? Það út af, við erum komin inn í svo kallar nýfrjálshyggjutíma, var það vegna þess að vinstrið og miðjan taldi sér standa veikt gagnvart hægrinu eða hver var? Það var ekki, við stóðum nokkuð sterkt fannst okkur í háskólanum en við vildum koma í veg fyrir það að Vaka sem var tengt Sjálfstæðisflokknum myndi splitta upp eins og kom á daginn 1986 félagi umbótasinnara stúdenta þar sem að félagsfundur ákveður að vinna með félagi vinstrimanna en 4 af 5 stúdentaráðsliðum stofna líkt stúdentafélag Stíganda með Ara Edvald í forystu og þau unnu síðan með Sjálfstæðisflokknum og okkur fannst að það yrði að þess vegna að búa til skýra blokk gegn Sjálfstæðisflokknum þar sem væru betri og sterkari tengsl milli grasrótarinnar og kjörinna fulltrúa. Og þetta snerist áherslur vegna þess að í árunum þar á undan var búið að vera mikil átök lánasjóðinn og það voru miklar deilur það og fulltrúar Vöku höfðu staðið með ríkisvaldinu að skerðingum námslána og þess vegna snerist þetta fyrst og fremst réttinda baráttu stúdenta og að standa með kjörum þeirra sem eru háðir lánasjóðnum og þannig að þetta var svona hrein pólitík í rauninni á bakvið þetta. Sigríður Ingibjörg, þú varst í svona grasrót vinstri fólks á þessum árum, snemma á 10. áratugnum, ekki? Eða fram undir miðjan 10. áratuginn. Ég að velta verið með þegar ég að hlusta á Sigrúnu og Björk, þá eins og það séu 2 sögur. Það annars vegar fæðingarhríðir samfylkingarinnar sem eru kannski nýr vettvangur, það sem er svona tilraun til þess að búa til eitt flokk og svo R-listinn svolítið svona sér á báti sem bandalag eða kosningabandalag og átt aldrei að vera annað og gat aldrei orðið annað. Er þetta 2 sögur sem að liggja saman eða voru svona átök á milli þeirra? Toga þetta á, hvort annað á? Sko, þegar að verið að stofna samfylkinguna þá ég náttúrulega ekki á Íslandi, þannig að ég veit ekki hvaða áhrif það hafði inn í Reykjavíkurlistan. Ég veit bara að þegar að Ingibjörg Sólrún verður fer í framboð fyrir samfylkinguna, þá hættir stuðningu við hana sem borgarstjóra. Og henni svolítið settur stóllinn fyrir dyrnar og þá hættir hún og við tekur Þórólfur Árnason og síðan Steinunn. Það 2003, þingkosningarnar 2003 þegar hún fer í framboð og þá hafði R-listinn verið í síðustu kosningu 2002 og hann bauð ekki fram 2006. Nei, en sko ég man í aðdraganda þess að verið að stofna Reykjavíkurlistan og ég hugsa stundum það, ég var aðeins virk í Röskvu á háskólaárunum og svo í kvennalistanum frá 91 virk og Reykjavíkurlistin sem var náttúrulega svo stórkostleg umbylting á borgarlandslæginu, þrátt fyrir hinu pólitíska landslægi, þrátt fyrir sigurinn 78, vinstri sigurinn, þá hafði ekki einhvern veginn náðst, það náðist ekki árangur í samræmi við væntingar þá, en þegar að Reykjavíkurlistin tekur við, þá stjórnkerfi borgarinnar og allri nálgun á íbúa borgarinnar breytt úr svona einhvers konar stjórnvaldi í þjónustu vald, eða þú veist, það var þessi þjónustu miðun, þessi uppbygging leikskólana, það sem var verið að mæta þörfum íbúa borgarinnar, ekki síst kvenna,
sem voru náttúrulega margar eða flestar á vinnumarkaði á þessum tíma en ekki með dagvistunarpláss fyrir börnin sín. Þannig að bæði hafði þetta áhrif á atvinnuþátttöku kvenna en líka gríðalegt skull foreldra alla borg. Þannig að það voru svo margir og þetta sást síðar líka betur í skipulagsmálunum og svona. En ég var að hugsa það þegar þú hafði samband við mig. Sko ég tiltölulega nýfærin að vera þáttakandi í pólitík á þessum tíma. Þegar ég tók þátt í flokkun atkvæða á kosninganótt sem var náttúrulega mér fannst ég eiginlega að telja Ingibjörgu Sólrún inn í borgarstjóra eða flokkana inn í borgarstjórastólinn og ég sagði þá gerði ég, þó þetta væri stórkostlegt stund og maður skynjaði miklar breytingar í farvatninu, þá gerði ég mér ekki grein fyrir hvað ég hætti sjaldan eftir að fá að upplifa þetta í pólitík. Stóran sigur. Já, eiginlega, ég man stjórnlega þegar var verið að kjósa stjórnarskrana og ég hugsaði allt í einu, vá, ég tilheyri 2/3 hlutum þjóðarinnar, þetta var bara svo það var svona önnur svona tilfinning, nema þar bara fylgdi ekki á eftir svo breyting sem maður var að vænta. En það var líka hollt, ég man að við vorum þarna ungar konur í kvennalistanum og mjög ánægða með okkur, aldar upp af algjörum sleggjum, Ingibjörgu, Sólrúnu, Guðrúnu, Agnarsdóttur, það ekki gott að fara að telja þær upp því þær voru svo margar, svo áhrifaríkar, Þórhildur Þorleifsdóttir, Kristín Ásgeirsdóttir, Kristín Einarsdóttir, fleiri, sem kenndi okkur það að pólitík væri það sem við teldum skipta máli. Það væri enginn sem segði okkur hvað væri pólitík, pólitík væri hluti af hinnu daglega lífi. Og svo förum við svona auka samvinnu við hérna flokkana og okkur fannst þau nú svolítið svona. Svo náttúrulega áttaði með sig á því þegar fólk voru að tala saman að við áttum mikla samleið og maður gat lært mikið af öðrum eins og þau gátu lært af okkur, sem var mjög hotlesja og ég held að í dag eins og pólitíska landslægið þá þetta ágætt að þá fagna ég því að þú sért að rifja upp þetta tímabil því að stundum þarna var minni hagsmunum fórnað fyrir meiri og árangurinn var svo gríðarlegur fyrir velsæld íbúa borgarinnar. Algjör breyting líka í velferðarþjónustunni, fjárhagsaðstoðinni sem að síðan hefur verið fylgt eftir í gegnum tíðina og Björk Vilhelmsdóttir á nú ekki lítið í því. Hefur nú verið einn af þessum sterku formönnum velferðaráðs sem við höfum átt. Þannig að mér finnst það vera, því ég hugsa þetta, þá þess að ég vildi að okkur farnaðist að Þið langar í fleiri svona sigra. Já, og við langar í sigrana til þess að þær hugsjónir og hugmyndir sem að við öll stöndum fyrir og mjög mikill hópur landsmanna stendur fyrir, bara í mismunandi flokkum, geti mótað hérna samfélagið. Svo langar maður að segja líka samfélkingi verður náttúrulega til, þá eru flokkarnir allir sem að því standa í lægð, það voru alþýðuflokkur, alþýðubandalag, þjóðvæki og kvennalisti og þannig var kannski líka möguleiki að búa til þessa fylkingu, en það önnur saga. En ég held að Reykjavíkurlistin það var stórkostlegt að fá að taka þátt í því ævintýri sem það var þegar hann var að verða til og því þegar þetta frábæra fólk með mjög ólíkan bakgrunn kemst til valda og gjörbreytir ásýnd borgarinnar og Sigrún Magnúsdóttir í skólamálunum. Þetta voru margar sterkar konur þarna, Guðrún Ágústsdóttir líkur Alþýðubandalaginu. Þannig að Guðrún Ögmundsdóttir, Steinunn Valdís, þetta voru ekki 5 konur af 8 eða 9. Nú man ég ekki einu svona hvað við fengum marga borgarfulltrúa. Nei. Herðu, við skulum tala árangurinn af erlistunum og fara til Sigrún Elsu sem að ég held að varst ekki í Samfylkingunni, ert núna í Framsókn, þannig að þú getur bent Sigrún Ingibjörgu á hvernig maður á að upplifa sigra, maður fer bara í Framsókn. Mikill fögnuður þar fyrir rúmri viku. En má ég spyrja, við reynum að meta núna, hver var árangur erlistans fyrir Reykjavík? Hverju breytti erlistin í Reykjavík? Getið þið dregið það upp? Ég held að það hafi svo sem verið farið ágætlega yfir það. Ég meina, það var, stjórnkerfið var algjörlega stokkað upp og
má segja nútímavætt, það var náttúrulega leikskólamálin algjörlega tekin í gegn og þetta svona það er bara safnast upp þarna ákveðin þörf eins og stundum gerist þegar sami flokkurinn lengi við völd og orðin bara svona nokkuð góðu með sig að þá svona sko kannski ekki finna menn ekki að knýjandi þörf til að koma með nýjar hugmyndir. Það gengur bara vel og þeir bara halda áfram og bara skrifa upp á það reikningar sem komin á borðið til þeirra. En Reykjavíkurlistinn náttúrulega var breytingaafl og í grunninn þá var það sko stofnað til þess að breyta í borginni og náttúrulega Sigrún svaraði því kannski ekki alveg áðan skýrt en auðvitað líka að sigra Sjálfstæðisflokkinn sem hefði náttúrulega setið þarna í töluverðan tíma þannig að ég held að það sé ekkert launungamál og að þú nefndir áðan sko hvernig þetta tengist allt þessar breytingar á þessum tíma og að velta fyrir þér sameiningunni sem leiddi til samfylkingarinnar að þau þetta segir svolítið sögu að það byrjaði með því að það var svona eitt af fyrstu skrefunum og ungliðarhreyfingarnar fóru að starfa saman og stofnuðu með sér félag sem hét Gróska sem náttúrulega skýr þannig þessi vísun í Röskvu sem var þá þarna á vinstrikantinum í háskólapólitíkinni og þetta og það voru ungliðarhreyfingarnar ekki hvað síst sem ýttu og héldu uppi þessum málflutningi innan stjórnmálaflokkana að til þess að ná betri árangri til vinstri að það væri mikilvægt að sameinast og þá eru menn alltaf að horfa til stóru jafnaðarmannaflokkana á Norðurlöndunum að menn vildu komast þangað og með þessi brot sem hefði þá ef eitthvað fjölgað árin þar á undan og þá sáu menn ekki fram á að ná slíkum krafti eins og menn sáu á hinum Norðurlöndunum. Má ég spyrja, var Grósku, ég segi fyrir ekki, var Framsókn í Grósku? Nei. Þannig það hefur verið þá svona vinstri flokkarnir þarna sem síðar urðu hluti af samfylkingunni. Já, þetta voru svona, ég held að menn hafi sjálfur sér sko ekki bara gert sér sko einu sinni vonir að Framsókn ætlaði sér að leggja sig niður og fara inn í þessa vegferð sko. Þannig að ég held að það hafi nú ekki verið neinn útilokun að stefna þær í gangi sko, heldur meira bara virðing fyrir sögu þess flokks. Sko Gróska var náttúrulega einhver umræðu vettvangur, það var ekki sannig að Gróska var Gróska stofnuð til þess að búa til eitt flokk úr öllu hinnu. Það var ekki svona samræðu vettvangur ungliðarhreyfingarinnar. Já, það sem aðalmálið var þetta. Aðalmáli var að knýja fram sameiningu þessara flokka og þegar ég kem inn í R-listan þá kem ég kem inn á öðru kjörtímabilinu sem er það 98 og þá ég varaborgarfulltrúi fyrir Alþýðubandalagið þannig að ég kem inn í gegnum Alþýðubandalagið og það svo í þessu og ég tek þátt í þessari samvinnu ungliðarhreyfinganna og var á þeim vagni að það ætti að sameina þetta og það var og Alþýðubandalagið var lengst af með í þeirri vegferð og hluti Alþýðubandalagsins og gengur inn í samfylkingana en svo á síðustu metrunum að þá í rauninni eins og þetta horfði allan við mér og ég held fleirum að þá klauf Steingrímur J sig frá því og stofnaði þarna VG. En eftir sátu þá svona hluti Alþýðubandalagsins, Alþýðuflokkurinn, Kvennalistinn og Þjóðaki. Ok, heyrðu, þetta Röskvu kynslóðin, þetta var kallað það, ungliðarhreyfing spratt út úr stúdentapólitíkinni og sameiningu félagshyggjuaflanna þar sem að vildi byggja upp sterkari vinstriflokk á Íslandi. En ef ég má fara til þín Sigrún Magnúsdóttir, hvað gerði R-listinn best? Hvað þetta að benda á? Ef ég væri spurður svona sem að fylgdist bara með þessu svona úr einhverjum skáalt, að þá myndi ég segja að R-listinn náði stórkostlegum árangri í leikskólamálum á fyrstu árum sínum. Ég held bæði leik og skólamálum en oft nefnt því að og náttúrulega eins og þið hafið komið inn á leikskólarnir voru náttúrulega alveg settir í fremsta flokk hjá okkur
En skólamálin voru líka mikilvæg vegna þess að nákvæmlega á þessum árum að þá voru sveitarfélögin að taka við grunnskólanum frá menntamálaráðuneytinu og við byggum við það í Reykjavík að þeir voru flest allir tvísetnir skólanir okkar og unga fólki í dag veit varla hvað við erum að tala um en fólk gat aldrei vita hvort að barnið þeirra var í skóla fyrir eða eftir hádegi. Þannig að það segir sér sjálft að konur áttu mjög erfitt og yfirleitt konur sem voru þá meira heima áttu mjög erfitt með að fá sér vinnu því að þær gátu ekki skipulagt sér neitt fram í tíma. Þannig að einsetning skóla er líka mjög stórt jafnréttismál eins og náttúrulega að fá leikskóla allan daginn fyrir börnin. Voru þetta mál sem að þetta var bara tíminn komin á þessi mál eða var þetta mál sem að Sjálfstæðisflokkurinn hafði sett sig upp á móti lengi þannig að það þurfti að koma R-listinn til þess að hrinda í þessu framkvæmd? Okkur sem stóðum að Reykjavíkurlistunum vorum öll sammála um það okkur fannst Sjálfstæðisflokkurinn á þeim tíma ekki hafa staðið sig eins og varðandi leikskólamál fyrir og þarna var náttúrulega félagshyggja og kvenfrelsi líka mjög ríkjandi og við höfum fundið það að konurnar sem voru þannig á eigin skinni hvað þetta var erfitt og það bara var bylting fyrir konur almennt þegar að bæði leikskólinn var hægt að koma börnum í leikskóla allan daginn sem og hafa einsettin grunnskóla og það náttúrulega hjálpaði líka til við þetta skull eins og hér hefur verið komið inn á. Við reyndum að gera skóla þannig heilstæða að það myndi minnka þetta skull og ég held að þessi samstaða sem var þarna, ég segi þannig fyrstu árin, einstök og bara eiginlega öll árin því ég held að það hafi aldrei komið neinn ágreiningur fram út á við innan Reykjavíkurlistan sem held ég nánast einstæmi að sé hægt að hafa það þannig þegar svona 4 flokkar ákveða þessa samvinnu. Og mér finnst að fólk megi heldur ekki gleyma því hvað það var mikið svirði þessi samheldi. En ég segi enn og aftur, þegar að sko þó ég fagni alveg svona hreyfingu eins og grósku og rösku og öðru, að þá fannst mér það erfitt sem framsóknarkona. Vegna þess að ég gat ekki hugsað mér að leggja Framsóknarflokkinn niður og setja hann inn í svona heild. Það að svona svo bylgja sem að sigrar R-listans gáfu hafi farið í þennan farveg að búa til nýjan vinstriflokk þar sem að þið eru kannski hefðu aldrei getað verið með. Nei. Og þá hætti. Má ég spyrja það einu, Sigrún, að því að þegar R-listin kemur til valda að þá náttúrulega bunki sem að fólk vil gera og ég held að svona sagan hafi dæmt það ágætlega. Það var gert stórátak í leikskólamálum og í skólamálum og ýmsumálum. En það ekki þannig að þeirra fyrir að líða kannski þú komin á 3. kjörtímabilið að þá kannski svona deiglan inn í R-listanum kannski ekki nógu góð til þess að koma fram með svona ný öflug mál til þess að reka í gegn. Þannig að ég svona velta fyrir mig hvort að aflið sem að verður til þegar hann búinn til, hvort að það hafi haldist alla leiðina til enda. Þú bent á að það hafi valdið svona röskun, að það svo stór hluti af fólkinu var komin bara yfir í samfélkinguna, en það ekki líka þannig að þegar að svona fyrirbrigði komið á 3. kjörtímabil, að þá kannski uppstreymið frá grasrótinni ekki eins öflugt og það var í upphafi. Það ósækjart að segja það. Má alveg til sanns vera að færa, ég enda sagði ég strax upp að þetta væri svona mín skoðun og hvernig ég upplifði það og ítrekka enn og aftur að mér finnst mjög vænt Reykjavíkurlistan og ég fagna mjög þeirri umræðu því mér finnst næstu því svolítið sérkennilegt að þetta merka fyrirbrigði hafi ekki verið meira eiginlega oft til umræðu en þarna undir lokin var ég samt fann að finna fyrir svona breytingu, það var ekki þetta sama jafnvægi á milli flokka en bara einstök samvinna og samheldni sem að þarna ríkti og gerði náttúrulega margt gott. Mér í minningu minni finnst mér líka við stundum hafa þurft að takast á við svona embættismanna vald, kannski ég svolítið slæm við því en mér fannst að við vildum taka svolítið til hverjir réðu eða hvernig valdið lá en embættismanna, ég held að embættismannakerfi hafi vaxið mjög mikið aftur í Reykjavík. Já,
Þið náttúrulega komið inn þar sem voru bara sjálfstæðismenn á hverjum stól, bara þetta var vígi sem þið komið inn í, þar sem mikið af embættismennunum voru sjálfstæðismenn, eða ekki? Jú. Það er alltaf gaman að takast á við krefjandi verkefni. Ef ég má aðeins grípa þennan bolta, þá get ég alveg tekið kannski undir það með Sigrún. Ég vil nú reynda, ég held nú að 3. kjörtímabili Reykjavíkurlistans þá gerðist nú ýmislegt gott líka. Ég held nú, ég meina, þá var nú einsetningin komin náttúrulega og hún gekk nú mestuleyti gegn á fyrsta, ef ég man þetta rétt, en þá var, það var verið að byggja upp frístundaheimilin við skólana sem var náttúrulega gífurlega mikilvægt. Og ef ég man rétt að þá komu frístundakortin líka á þessu síðasta kjörtímabili, sem var náttúrulega líka mikið jöfnunartæki og þannig að ég held að menn hafi nú alveg náð að halda þræði í þessu, en verkin voru kannski ekki á akkurat þessum sviðum sem Reykjavíkurlistinn var stofnaður voru kannski ekki alveg jafn, gargandi brýn, Ekki það ég sé að gera lítið úr því hvað þá þurfti að gera og þarf að gera í dag. En ég held að það sé svona, ég held að það sé alveg rétt sem Sigrún segir núna. Ég held að, að það sé, ég hef þá tilfinningu líka að embættismannakerfið hafi svolítið vaxið núna síðustu ár, kannski 8 ár, og að þetta sé svolítið, ég allan að skynja svona, ef að þreytan var ekki komin í lok kjörtímabils Reykjavíkurlistans og nú bara veit ég að Sigríður og Björk munu hafa eitthvað um þetta að segja, en þá hún komin núna í þá stjórn sem náttúrulega, þetta náttúrulega, þó þarna sé Viðreisn inni, en þá þetta náttúrulega Samfylkingin, VG og Píratar sem náttúrulega voru ekki til á þessum tíma og svona, allan í borginni hefur haft svona svolítið miðju vinstri blæ á sér, hefur manni fundist og sér kannski ekkert mikið mun á þessum flokkum. Svona, þannig að, ég held að það hafi kannski verið líka það sem kom núna upp úr kjörkössunum, að menn vilja, menn eru kannski ekki að hegna einhverjum eitthvað sakalega, menn vilja bara sjá breytingar, menn vilja að það sé hrist upp í þessu. Af því það þarf að gera það af og til. Þetta tímabil sem að kláraðist á laugardaginn í síðustu viku líklega álíka langt. Þetta eiginlega tímabil sem að mætti kalla gnardags-tímabilið sem svona samfella á eitthvað skrítinn hátt. En þarna á milli var hins vegar brjála tímabil 2006 til 2010. En Björk, þú kannski mátt alveg bæta við eitthvað sem að þær að segja. Það sem mér langar aðeins að spyrja hvernig haldið saman svona hóp, þar sem að fólk kemur úr ólíkum áttum með alls konar hagsmuni líka til sinna flokka og alls konar. Kvennalistinn hafið skilst mér þá reglu að tala sig niður að niðurstöðu, komu þær með það inn í R-listan, var ekki verið að greiða atkvæði hvaða leið ætti að fara og annað slíkt, var reynt að viðhalda svona að tala sig niður á niðurstöðum. Ingibjörg Sólrún sagði ekkert tímann að það þýddi það í kvennalistanu réðu þær sem að voru þaulsetnastar sem að þoldu að sitja 5 klukkutíma fundi og þá voru þær breinar eftir og gátu ákveðið þetta. Það var eiginlega aðferðið við að tala sig niður á niðurstöðu. Geturðu frætt okkur aðeins um það? Hvernig var þessu haldið saman? Ég held að lykillinn að árangri Reykjavíkurlistans strax í upphafi var þessi ótvíræði leiðtogi, vinsæli leiðtogi, Ingibjörg Sólrún. Hún hélt okkur saman í frá upphafi og við þekktum hana frá kvennaframboðinu þegar hún kom í borgarstjórn 1982 og ég hafði verið í Alþýðubandalaginu áður en var komin út úr því svo þegar Reykjavíkurlistinn var stofnaður og ég bara kom inn held ég bara frá fyrsta degi þegar það var ákveðið að bjóða fram saman. Ég var einmitt með börn fædd 89 og 91 sem höfðu bara 4 tíma leikskólapláss af því að ég var gift og þetta hafði mikil áhrif á mig sem félagsráðgjafa. Og þegar við tölum árangur Reykjavíkurlistans þá verðum við líka að nefna velferðarmálin. Guðrún Ögmundsdóttir, hún var fyrsti formaður velferðarráðs og
gerði alla velferðarþjónustu réttindamiðaða. Fólk átti rétt á félagslegri aðstoð þegar aðstæður voru á einn eða annan hátt. Og það var lögð áhersla á það í upphafi, en þegar við erum að tala að á 3. kjörtímabili hafi mikið verið komið, þá hins vegar fyrst var farið að sinna fannst mér öðrum hópum en bara barnafjölskyldum, og þegar ég kom inn í borgarstjórn 2002 og var formaður velferðarráðs, þá fórum við að sinna miklu meira eins og öldruðum. Við komum á heimaþjónustu kvöld og helgar, næturþjónustu, akstursþjónustu aldraðra. Við vorum að efla félagsstarf aldraðra, þjónustuna heim til fólksins, til þess að fólk þyrfti ekki að flytja og fleira. Þannig að mér finnst svona í umræðinu oft gleymast að það var lögð svo mikil áhersla á kjör barnafjölskyldna í upphafi, og svo sannarlega var það þakklátt, og ég fann það á eigin skinni hvað það skipti öllu máli. En þarna vorum við farin að sinna öðrum velferðarþáttum, og lýðheilsan fór að koma meira inn í og fleira. En hvernig heldur maður svona saman? Það var Ingibjörg Sólrún og sem var svo ótvíræður leiðtogi, og fólk, það var ekki þannig að sá þaulsetnasti hafði sigurinn. Það var tvisvar í viku alltaf meirihlutafundir með öllum borgarfulltrúum og varaborgarfulltrúum, og einu sinni í viku bara borgarfulltrúar, og það var bara að tala sig niður og laust, og það voru ekki alltaf allir sammála, en við töluðum saman. Og ég man að ég og Alfred Þorsteinsson, við áttum ekki alltaf samleið, en urðum mjög góði vinir. Við áttum alltaf heima í Efra-Breiðholti og vorum oft samferða líka heim og töluðum þá saman, og urðum í rauninni mestu mátar á þessu kjörtímabili. Og þannig að það var notuð ýmis tækifæri til þess að... Allar aðferðir, að keyra upp í Breiðholt, að reyna aðferðir til að halda sama meirihluta. Sigrún, ég spyrja Sigrún Magnúsdóttir, Ingibjörg Sólrún ótvíræður leiðtogi, en einhver sagði mér að Sigrún Magnúsdóttir hefði verið límið í R-listanum. Ég held að Ingibjörg Sólrún hefði sagt það. Já, ég hef heyrt hann að segja það, og náttúrulega þakklátt fyrir það, en þá var ég í þessari stöðu að vera formaður borgarmálahópsins eða borgarstjórnarhópsins sem að stýrði þessum vikulegu fundum, og það var náttúrulega bíltúrar og samtöl oft á milli manna og milli flokka. Bara ég er mjög þakklátt fyrir það, því það, eins og hún að lýsa Björk, það skapaðist bara oft afar góð tengsl þvert á flokkslínur. En Ingibjörg Sólrún var ótvíræður og leiðtogi flokksins, en þarna voru náttúrulega líka margir aðrir. Hann verði ekki mikið minnst á Guðrúnu Ágústsdóttur, hún náttúrulega stýrði líka veigamiklum málaflokkum eins og skipulagsmálum borgarinnar, sem er nú gjarnan mikið deilt og ýmsar skoðanir. En það var stundum auðvitað málefna ágreiningur eða þurfti að tala sér svona niður á þessum fundum. En mér finnst bara það alveg hreint með ólíkindum hvað hópurinn hélt saman, og gaman að þessari sögu með bíltúrun upp í Breiðholt, og þau verið ágættir vinir. Ég held að þessi mjög ólíkir karakterar eða hafi verið, sem gátu samt náð saman. Þannig að þetta í minningunni er þetta skemmtilegt, en ég er ekki að segja að það hafi verið algjörlega alltaf einhver dans á rósum, en fólk brann fyrir þessu verkefni, og auðvitað þarf að nefna mörg önnur málasvið. Ég man til mig setti því að við höfum lofað sundlaug upp í Grafarvogi sem ekki hafði verið, og bara fljótlega eftir tókum við, þá fórum við 3 saman, ég og Ingibjörg Sólrún og Steinur sem var formaður íþrótta- og tómstundaráðs, og stikuðum þar og vissum alveg að þetta kæmist fyrir, af því að embættismenn borgarinn höfðu talið að kæmist ekki fyrir sundlaugana, og við bara mældum þetta út með skokki. Ok, Sigríður Ingibjörg, hver er arfleið R-listans? Hvað áhrif hafði R-listin á pólitík?
einhver svona tónn hér að eins og fáir hugsi til hans, fáir hugsi hlýlega til hans, að einhver leiti hans svona gleymdur. Hver arfleið R-listans, Sigríður Ingibjörg? Út á mute. Það vantar hljóð hjá þér. Við sjáum bara víða í sveitafélögum, menn við getum hort á Garðabæ, það Garðabæjarlistin mjög höfuðborgarsvæðinu, ég man í svipinn ekki eftir öðrum, en það víðum land. Ísafjarðarlistin var að vinna sigur á Ísafirði núna. Já. Heldur betur, þannig að þetta hefur náttúrulega, ég held að þetta hafi ýtt undir miklu viðtækara samstarfi. Ég held kannski að þetta arfleiðin kannski, ég veit ekki nákvæmlega hver hún Ég meina, núverandi meirihluti náttúrulega einhverju leyti arfleiðin af Reykjavíkurlistanum, þó að þar vantir náttúrulega sárlega inn Framsóknarflokkinn, en ég held að arfleiðin sé líka algjörlega breytt sín á pólitík. Ég meina, þetta var svo mikil breyting, eins og Sigrún Elsa segir, það var umbylt stjórnkerfinu í átt að þjónustu, og manni hefur fundist að ríkisvaldið eigi alltaf eftir að gangi gegnum stjórnaráðið, og stofnanir þess hafi þó að margar stofnanir ríkisins veiti frábæra þjónustu og séu þjónustu miðaðar, þá hefur gengið tregar að breyta þessu hjá ríkinu heldur en hjá sveitafélögunum. Hafðu konur meiri áhrif í R-listanum frá 94 heldur en þeir hafðu í landsmálunum, kannski bara ekki ennþá haft viðlíka áhrif á pólitíkina í landsmálunum? Getur það skipt máli? Já, ég held að það hafi skipt miklu máli. Þarna voru, eins og Sigrún að nefna, þarna sterkar konur, og það var líka ráðið inn mikið af konum. Það var ein kona held ég, eða tvær sem að voru háttsettir embættismenn hjá Reykjavíkurborg þegar Reykjavíkurlistin tekur við. Svo náttúrulega átti þeim eftir að fjölga til muna og allt öðruvísi svona sín á hlutina. Og það var líka verið að leggja áherslu á málefni sem að skipta konur og börn mjög miklu máli. Og ég skýt inn í. Þarna borgarritari réðu við fljótlega Helgu Jónsdóttur sem var nú í frambúði núna í Kópavogi. Já, og nákvæmlega, og svo var fyrir á fletið þarna Lára Björnsdóttir sem var náttúrulega frábær í velferðarmálunum, og svo komu þar inn Gerður Óskarsdóttir í skólamálinu og fleiri. Þetta svaka gengi sem þið að þylja upp, þetta svona einhverja súpergúrbur bara. Já, og ég meina þetta var, maður beinlínis fann að það var svo mikið að breytast. Þetta voru áþreifanlega breytingar nánast. En ég held að svo gerist náttúrulega margt í pólitíkinni, svo kemur efnahagshrun. Það mikil ólga í stjórnmálunum, stjórnmálaflokkum hefur ekki fækkað heldur fjölgað, og nú held ég að tveggja flokka kerfi sé ekki gott kerfi, en við erum komið með það marga stjórnmálaflokk í dag að það dálítið snúið bæði fyrir kjósendur að vilja vita hvað þeir vilja, og svona mynda meiri hluta það sem eru skýrar línur hver stefnan sé. Við erum komin í nýtt, við erum komin svona í danskt eða hollenskt kerfi, en í þeim kerfum fylgir oft annar kultúröldur hér, það eru blokkir í frambóði, það eru minnihlutastjórnir, það svona tækin til að lifa við þetta umhverfi, við kunnum ekki á þau. Nei. Ef ég má skjóta aðeins inn með arfleiðina, þá held ég að eina af þessum arfleiðum Reykjavíkurlistans sé að hún eiginlega svona feldi glundróðakenninguna að fleiri en einn eða fleiri en tveir flokkar gætu ekki starfað saman. Það var náttúrulega því sem var haldið fram hérna fyrir fyrstu kosningarna þegar þessi flokkar komu og buðu fram saman, en það sannaðist svo munnaði að það getur alveg gengið. Og ég vil þá líka bæta við inn í þarna arfleiðina að félagshyggjuflokkarnir sýndu að það hægt að starfa saman, og mér finnst við í dag tala of mikið R-listan í fortíðinni, því að R-listin líka vonandi eitthvað til framtíðar, ekki endilega nafn Reykjavíkurlistin, en ég vona svo sannarlega
að félagshyggjuöflin nái að vinna saman af því að það skiptir svo miklu máli þegar kemur að áherslum fyrir borgarbúa. Hvort að við erum að bjóða upp á samfélagslega þjónustu á ábyrgð samfélagsins eða ekki. Og þannig að við sýndum í R-listanum að það hægt að starfa saman þvert á flokka og núna fannst mér VG slíta sig út eftir kosningar og sögðu við fengum ekki okkar sérstöðu. Og ég held að það hafi verið ákveðið galli á samstarfinu undanfarin ár að leyfa ekki hverjum og einum að eiga sína sérstöðu. Það þurfti að halda saman í Reykjavíkurlistanum svolítið sem einn maður, ein kona, en núna held ég að við séum að tapa á því að hafa ekki leyft hverjum og einum að eiga sína sérstöðu. Og þá við í merkingunni samfylkingin, eða ekki, að þér? Nei, ég vil, ég vil líka of mikið Reykjavíkurlistan og svo samfylkinguna sem eitt og því sama, sem að alls ekki. Reykjavíkurlistin var svo miklu meira en samfylkingin varð og og ég finnst að samfylkingin verði að vera svolítið auðmjúk og vera bara ein af mörgum flokkum sem að þarf að koma síðan aftur að samstarfi félagshyggjuflokka. Þá erum við kannski komin að svona, það einhverjar stjórnarmyndunar pælingar í gangi og Sigrúnar þær verða á fundi þegar þetta verður sent út í Framsóknarflokknum sem að meta stöðuna hver Má ég aðeins Framsókn í borginni frá því að R-listinn hættir náttúrulega eins og bara margir flokkar Ég kann ekki svona rekja þessa sögu, það svona tímabil það sem að Björn Ingi var og fleiri einhvern veginn í samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn. Svo kom mjög skrítið framboð 2014 sem að var mikill sláttur í kringum, svo hvarf flokkurinn. Má ég spyrja þig, Sigrún Magnúsdóttir, hvaða fyrirbrigði borgarstjórnarflokkur Framsóknar sem að var að vinna hana sigur? Þessar 4 manneskjur sem komin í borgina. Á ég að horfa til R-listans, á ég að horfa til þeirra 2 kvenna sem sátu 2004 til 2018, á ég að horfa til Björns Inga, hver fyrirmyndir þessara fólks? Ég svolítið hissa á þessari upptalningu þinni. Þetta alveg prýðis fólk og ég afskaplega ánægð og reynda að vinna eins og ég gat til þess að koma þessu glæsilega fólki að. Ég var bara að segja, ég var svo erfitt með að átta mig á því, ef maður rekur Framsókn frá 2006, að þá þetta svo margir flokkar, Nei, við erum bara ennþá, ef að við erum fyrst og fremst félagshyggjuflokkur. Og það svo merkilegt get ég sagt þér að ef að þú skoðar bara félagsstarf, sama hvar fólk kemur saman, að það yfirleitt, eða mjög oft skulum við segja, sem að Framsóknarfólk velst til forystu. Og ég er bara búin að vera að stúdera þetta á mínum efri árum og mér finnst alveg magnað að sjá það, hvort að það inn í gömlu kvennarhreyfingunum, kvenfélagasamböndum eða hvar annar stað, hvað velst til forystu Framsóknarfólk. Og þetta eitthvað í eðli okkar og það nákvæmlega fólki sem núna komið inn, þetta frjálslynt félagshyggjufólk og mjög gott til samvinnu hefur nákvæmlega notað þetta sem að ég segja hafi bundið og afleið Reykjavíkurlistans að fólk lærði að vinna saman og meta eiginleika hvort sem að þeir voru eitthvað meira til hægri við mig sjálfa eða vinstra megin. Annað sem gerði Reykjavíkurlistan líka kannski farsælt að byrjaði vel var að við hafðum samið allt fyrirfram. Að þetta var kosningabandalag, þá var náttúrulega búið að semja leiðtoga og við vorum öll sáttið það að það væri Ingibjörg Sólrún, bara svo ég nefni það. En nú þarf að semja leiðtoga til þess að stjórna þessari borg og ég treysti náttúrulega Einari Þorsteinssyni besti í þessu töluðu orðum, segi það alveg að heilum hug, en hann þarf að vinna með fleiri flokkum og ég held að við kunnum það mjög vel að vinna með fólki.
En við skulum sjá, ég ætla að hlusta á hvernig þessar umræður ganga. Þetta er svolítið pattstaða kominu að mér skilst. En svo getur líka verið bara prýðilegt að mynda núna þessi 3 stærstu flokkarnir myndu bara samvinnu. Sjálfstæðisflokkur, Samfylking og Framsókn. Svona grand coalition svona, sem oft gert í erfiðum tímum og í stjórnar vandræðum miklum að þá búin til svona breið samstæða. Þú sagðir það fyrir þér í Reykjavík? Að þess að stjórna borginu vel, ég bara sagði það algjörlega fyrir mér, já. Sigrún, sigurvegarar kosningarna í Reykjavíkurborg, borgarstjórnarflokkur Framsóknar, getur útskýrt þetta, hvaða fyrirbrigði þetta fyrir okkur? Eftir að tala við mig aftur. Nei, ég segja fyrir ekki, þið heitir báða Sigrún. Þetta sama spurningir þú fyrst áðan, það Sigrún Elsa. Já, það gott að þú ekki fann að kalka svona svakalega út bara, en allavega þá, ég held að kannski spurningi segir endilega hvaða fólk þetta. Ég meina, þetta eins og Sigrún segir, þetta bara ágætt fólk sem af því komið nýlega inn í flokkin úr ungliðarhefingunni og annað sem hefur stýrt innrastarfi í flokknum og þetta er bara mjög góður og flottur hópur. Ég er bara að velta verið mér erindinu og þú þekkir það alveg að svona eftir kosningarna þá hefur fólk verið að kvarta yfir að það hef ekki komið fram nógu svona skýr stefna, þannig að við vitum ekki alveg hvert erindi fólksins. Já, það sem ég langaði að segja er að ég held að þetta sé ekki bara spurning borgarstjórnarflokkin, ég held að þetta sé spurning bara Framsóknarflokkin, vegna þess að þessi tímabil sem þú varst að telja upp, Framsóknarflokkurinn bara ekki sami flokkurinn og hann var þá. Ég meina, ef þú hefði sagt mér fyrir 10 árum síðan að ég ætti eftir að kjósa Framsóknarflokkin, ég hefði ekki trúað því. Ef þú hefði sagt mér að ég ætti eftir að ganga í Framsóknarflokkin, ég hefði ekki trúað því. Ef þú hefði sagt mér að ég ætti eftir að bjóða mig fram fyrir Framsóknarflokkin, ég hefði ekki trúað því heldur. Þú veist, þetta er bara, við höfum séð það á Alþingi, ég held að menn getur svolítið hort á það hvernig ráðherrarnir okkar hafa verið að vinna þar, hvar áherslunar hafa verið lagðar þar. Ég var í stjórn Menntasjóðsfyrirna Lilju Dögg þar sem honum var gjörbreytt til bóta fyrir námsmenn og það er þannig, ég meina þá fyrst í rauninni þegar hún bað mig að koma þarna inn hafandi kynnst mér í menntaráði fyrir Reykjavíkurlistan, bað mig að koma inn í stjórnarna að þá sagði ég mig fyrst úr Samfylkingunni og svo eftir að hafa unnið þetta kjörtímabil með henni í Framsóknarflokkin, meina þess að ég sé bara að þarna er þessi breytingakraftur sem að mér fannst svo skemmtilegur í Reykjavíkurlistanum og þarna er, þú veist, Ásmundur Einar líka vinna frábæra hluti í barnamálunum og þetta er bara svona þessi nálgun sem að mér fannst töfrandi þá og finnst það ennþá ég bara búin að finna hana þarna og ég held að það sé það sem þið getur vænst og allir geta vænst af borgarstjórnarflokki Framsóknarflokksins að þau eftir að koma inn í þetta með bara viljandi sjá sem bestu lausninnar fyrir fólkið í borginni með áherslu á börn og þá sem minna meiga sín og svo þetta líka með skynsemin í skipulagsmálin, uppbygginguna, framboð á lóðum og svo framvegis. Þannig að ég held að menn getur búist við því. Það þú að segja að arfleifð Reykjavíkurlistan sé í Framsókn? Ég fann hann allan að þar. Nýrri Framsókn. Sigríður Ingibjörg, hvað er ræða Sigrúnar Elsu þannig að þú sért að ætlir að fara að velta fyrir þér að gangi Framsókn? Koma svo. Það vantar hljóð, Sigríður Ingibjörg. Ég sagði já áður en kveikt var á hljóðnumannum. Nei, ég mun seint líklega gangi Framsókn og ég er svo mikill jafnaðarmaður að ég á vel heim í Samfylkingunni. Sko, ég bara, það er ágætt sko ef að þær hafa góða reynslu af þessu fólki. Ég hef séð Einar í fréttum og kannast örlítið við Árelíu og ég dreg ekki ef að þau geti verið ágætt í þessu en við erum svolítið með svona autt blað þarna og eigum bara eftir að sjá hvað gerist. Ég ætla bara að segja sem minnst, mér hefur fundið svolítið óþægilegt að það er svona svolítið mikið verið að tala, minnst pínu reynsluleysi, einkenni allt þetta tala í fjölmiðla stöðuna og
ég get ekki séð sko þetta snýst í raun og veru kannski val Framsókn þarf að velja, vilja þau vinna til hægri eða vinstri og af því við erum ekki alveg vissum hvaða áherslur þau eru með þá hlýtur það að fara að koma í ljós en ég náttúrulega tala fyrir því að það verði félagshyggjuflokkar hér við völd sem að haldi áfram að vinna í þá okkar borgarbúa og ég minna með reynsluna af Reykjavíkurlistanum eins reynslu í samvinnu við Framsókn á þingi þó ég hef aldrei verið með þeim í ríkisstjórn þá átti ég mjög gott samstarf við marga af þeirra þingmönnum sem voru frábær og gerðu ýmsar umbætur. Þannig að ég bara vona að þetta fari vel fyrir okkur öll. Herru, láta þetta vera lokaorðin. Ég þakka ekki kærlega fyrir að koma hingað og rifja upp sögu L-listans og segja álit ykkar á henni, arfleið hans og hvaða áhrif hann hafði. Ég ætlaði ekkert að draga ykkur inn í einhverjar vangaveltur það hvernig meirihluta viðræðurnar í Reykjavík ganga, en það eru þær varla byrjaðar, kannski kalla ég okkur seinna þegar komið svona skýrar línur í það og ræðu það. Ég ætla að þakka hlustendum kærlega fyrir að staldra hérna við, en sérstaklega Sigrúnu Magnúsdóttur, Sigrúnu Elsu Smáradóttur, Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur og Björk Willisdóttur fyrir að koma og spjalla við okkur. Hérna á morgun þá ætla ég að ræða hagfræði við Ólaf Margeirsson, hagfræðing í Sviss. Við munum örugglega ræða mikið húsnæðismál sem voru eitt af stórum málunum í kosningunum og eru eina bara stórum málunum í komandi kjarasamningum og bara eitt af stórum málunum, punktur. Á miðvikudaginn þá ætla ég að tala aftur pólitík og ég svona veltaði fyrir mig hvort að við ætlum að ræða bara Framsóknarflokkinn. Þá hafa eitt rautt borð Framsókn. Sjáum til, en ég þakka kærlega fyrir í kvöld.